svona þetta alveg. Hér kemur Krókus frá Dalbæ undan Vilmundur frá Feti og Flautur frá Dalbæ. Og það er Sigursteinn Sumarleðarsson sem ríður honum. Og eftir honum kemur Hrafn frá Efri Rauðanlegg og Baldvin Ari. Hrafn er undan Markusi frá Langholtsparti og hinn frá Vatnsnessu og var í öðru sæti Kæra vetra stóðista á landsmótinu í Víðidal 2012. Krókus er líka fyrstuvalda hestur undan Vilmundi frá Feti og Flautur frá Dalbæ. Sýndur 4 vetra gamall á síðasta ári. Ungi bólar, fyrstu verðuna hestar og sýndir 4 vetra gamlir, það er frábær árangur. Þarna sýnaði Brokk. Báðir tveir. Hrafn með 8,5 fyrir Brokk í Hjúmörgómi. Eins og flestar aðra gangtegundir. Hann er með 9 fyrir Hóms og Herðar. Krókus er undan Vilmundur frá Feti. Vilmundur var eftir á landsmótinu á Vindheimölum og fyrstu afkvæmir byrjaði að sýna sig undan honum. Krókus er með jafnara góðar einkunnir, 8,5 fyrir allar gangtegundir. Og það er Hrafn. Það er ekki ykkur eftir það, svo að spurning getur hann kvöldum hægt. Þetta er flott hjá okkur strákar. Klappið fyrir þeim! Já. Við gefum hann góða. Og Krókus. Við fáum það aftur inn. Það er ekki klappar á eina. Þessi hestur verður í Húnavatnssýslu í sumar. Flugrúmur afleiðargerðingar, báðir tveir. Alveg flugrúm. Ólíkir hestar, báðir góðir. Já, klappi! Írholti og Erlingur Ingvarsson, honum fylgir Grömmi frá Egilsá og Allir Sýn. Og eftir
eftir viku riður Hulda Lilli Sigurðardóttir á Fríði frá Hæli. Erlingur hins vegar bláa hjálminn. Þarna komin á ísdrottningunni, Skuggu frá Kýrvaldi sem sigraði ís töltið, stjörnutöltið, í mars. Stórglæsileg Rísa. Fyrstu örnum klár Rísa. Gefum við gott klapp. Ef hún það ekki, við erum aðeins að... Þá verður það. Já, þá verður það. Það er klart. Áberandi vel ræktuð. Þetta líður Erlingur á henni Skruggu sinni. Það fer fallega hjá honum. Erlingur vandaður og góðu knappi. Skrugga utan rökk frá Hollustöðum og Tigg frá Akureyri. Tigg frá Akureyri var sýnt á myndefnmölum í mannætturinni og vekni. Röfni undan Mósa frá Egilsá og Glóð frá Egilsá. Það getur alltaf að vera undan einhverjum stjörnuðum til að vera góður. Svo erum Kvika frá Glæsibæ. Hún er þetta Stæl frá Miðkolt og Dimna Nótt frá Ytri Skjaldavík. Þá ætlum við að gefa Skruggu gott fyrir að hrúa til frá því. Allt lætur bara fallega. Það er og snýttilegu tölti. Tölt er gaman að horfa á. Sjáu þér á alla. Takturinn er på 10. Þetta er glæsilegt, knappagóðir. Það er hægðar ísdrottningin Skugga frá Kýrvaldi. Undir næstu nótur höllinni. Það er svolítið skemmtilegt eins og Erlingur og Þóri Skrið og Greifla Karlsdóttir þessari flottu knappar. Gefa þeim gott klapp. Þetta er Dóttir frá Gammi. Höskuldur á Svala sínum. Og Lulli á Freyju frá Akureyri. Sennilega hefur Fríða og Egil eitthvað forfallast. Hérna erum við með 3 glæsileg andiða hross. Svali frá Sámstöðum er utan flugur frá Valshamri sem var gríðarlegur gæðingur og gæðingamóðir. Vala frá Reykjavík sem stóð eftir með landsmótinu. Þarna kemur Fríða og Egil Bjarnason. Egil er hann að læra þetta af húsbónda sínum, hann er Jóni, það er Hrafnagili. Sjáum við brokkið þess að gráa. Rúmandóttirinn Freyja frá Akureyri. Já. Svali á hrúandi tölti. Fríða frá Hvalnesi, undan Abel frá Sauðárkróki og Sýn frá Fljótsstöðum. Og vaðandi skeiði. Sjáu þið brokkið í gána. Svali! Já! Lulli, það gustar bryggahárinu þarna. Já, núna, það er ekki gefið eftir núna. Og sjáu þið kanningamann á Hrafnagili. Já.
Fyrir árum Blika, sem er 5. vetur, lið frá Árgerði. Síðan ríða þeir á halvsystrónum, Randalín og Rósalín, Bjarni Jónasar og Guðmundur Karl. Bjarni Ráni Randalín frá þessi reyna lesóttu. Randalín vann töltuð daginn í KS mótorröðinni með glæsibrag. Rósalín er ári yngri, gefur sýstu sinni lítið eftir. Báðar þessar rissur eru stórglæsilega töltrissur, eins og þið sjáið. Þá skulum við gefa þeim alla. Það er alveg merkilegt hvað Guðmundur Karl Tryggvason er alltaf vel líðandi. En þá heyrði ég hérna mér á göngunum áðan að hann geti alltaf hóta Rósalín, ég hefði ekki góð helviti neitt að það notaði ykkur í smakleika í göngunum. Og þau gera alltaf sitt besta. Einu skipti sem að tölunni 9 var veifað í vetur í KS-deildinni, það var hjá Randalín daginn í yfirferðartölti. Áttu að sjáu hvað hann er glæsileg sem er í. Taglið liðar allt hárrétt. Haumurinn mjúkur, allir sáttir. Hann er bara á 4. vetur á 5. vetur. Er kannski ekki eins og veranda vanur eins og systur hans, en á eftir örugglega. Hann hefur allt sem þarf, fótangurðinn og flottheitinn. Þeir eru að spjalla saman, Bjarni og Guðmundur. Það er beintir, það fer ekki lítið á það. Það er spjall klappa við. Þá er það meðin. Eyjafirðinum í sumar, eða kemur ekki á sumar. Við þökkum kærlega fyrir. Sem þessar konur þrífast á, það er að láta klappa við sér.
ekki hvað ég átti að segja í sætinu. Ég man bara að þessu þegar einnig er að vera á lausu. Ég man bara ekki hver það er, ég vil bara þreifa fyrir hverjum. Saumaklúbbur. Á kappi fyrir þeim, þetta gerist ekki flottara. Þetta er gaman að sjá. Ég sé að fengu aukaatriði. Þetta er Linnea Thungols á rauðhestinum. Og það er Lulli, hann er með henni. Hann er á hrissinu Skeglu frá Taumaskaki. En Linnea er á Skellubjörni frá Thungolsi. Nei, hann var Tryggva komið í salinn. Það var ekki búið að sína blæ frá miðsýndinu nema 18 sinnum í dag, það var að taka hann einu sinni enn. En Jón Björnsson, hann er aðeins að minna á sig. Sjáu myndavélið snýst öfugt hjá honum, hann er að taka mynd af sjálfum sér. Hérna er Baldur Ari, hann er ekki alveg viss í hvað hús hann er. Hann er bara svolítið móð og glerúana. Jói, hann er rétt hús, hann sér það núna. Þetta er Jón, hann þekki alltaf flassi frá Jóni Björns. En Linnea er með þann að vera sómaknapi eins og þið sjáuð. Og Baldur Ari, hann er hérna, hann er með blindrastaf sjáuð þið. En Jón Björnsson, hann er alltaf með mynda sjálfum sér í veskinu. En það eina sem er í veskinu þess að dagana. Tryggvi er alltaf að vinna lóknústöðinni, það lendur að fara að koma. Tryggvi er tilbúinn, hann er alltaf tilbúinn. En nú koma hann inn gegn, ég trúi ekki. Og hann fer hægast að fá þessi mestur tíma, sko. Hann er á linsu frá Fléttubakka. Þetta kemur allt á Facebook. Já, sjáu þið. Já! Já, hann er sómaknappinn. Baldur Ari, hann veit ekki alveg, jú, þetta er ekki. Jú, ég veit þetta bara. Það er bara Tryggvi getur ekki stoppa. Er ekki hann að loka á þau? Jón Björnsson þykist eiga þetta. Sjáu þið blæ frá miðsitju, hann er aldrei verið betri. Hann er laus til útleigu sumar, 780.000 króna tollurinn. Hann kemur Lulli, hann er góður á Lulli núna. Já, hann er Baldur er lóð og
Baldvin að leita útgöngundir honum. Baldvin að fara með. Þetta á kjæskiptið. Þetta hvað? Nei! Til. Sjáðu gæðingana. Almur frá Skjálf. Nafni honum Ævar Guðjónsson. Þessi hestur með 8.37 aðleikum. Hann á 9,5 fyrir skeiðu sem er í öðru sæti á A-flokknum 2011. Með honum Skjöln frá Skjálf og Sigursteinn Sunnbjörnsson. Það svo stjórnumóta. Skjöln þessi með 8.34 aðleikum. Hann á 8.54 fyrir hæfileika. 9 fyrir Skjöln og Sigursteinn Reið. Það ekkert annað. Það nú alveg óvænt að knappa við sko. Skjöln frá Skjálf er náttúrulega hálfveifisk. Það ramma frá Búlandi. Gefið þeim gott klapp frá honum. Skjöln. Stórglæsi með þessa. Gæðingurinn Álfur. Þetta er rosa tvöld. Já, það er gaman að fá svona gesti sem koma hérna langa reynslu okkar. Áðurfráhótt eins og stöðum komið í bónasleiknir. Mér sýnir Sigursteinn vera bóðið með kandidata á næsta landsmóti í kvöldkeppnina. Þetta er glæsileg stöð og það er ekki margir sem ná að taka þessa helgi. Og í beitingunni og vígan. Já, nú er maður að vera að laka til að sem átaka þetta í gegn. Það er engin hestur sem skeiði það betur á landsmótinu. Væru það velstæður. Álfur er kveikmatur hestur. Rísan Skjöln. Sigursteinn. Og skeiðum á við. Það gefur kláring. Sjáu þenn á hæg og tvötti. Þetta er glæsilegt. Alltaf gaman að sjá Hektor. Ævar ekki fara nú rætt á skeiðin á hann. Og tók á honum hestinn. Varða bæki helviti. Þetta sýnaði hvernig að gera þetta. Við skulum sjá hvernig textur í. Já. Þarna kemur glæsirissan Skjöln frá Skjálf. Það tökum við strákar. Það var glæsilegt. Já. Þarna kemur glæsirissan Skjöln frá Skjálf. Það tökum við strákar. Það var glæsilegt. Þessi einstaki hestur hefur lotið kannski meira en að vinna 9,16 fyrir hæfileika. 9,5 fyrir tölt og brokk, 9 fyrir skeið, 8,5 fyrir stökk, 9,5 fyrir vilja, 9 fyrir stökk. Og 9 fyrir hægt tölt. Randa frá flugumýri er enda kraftur á brink og hendingu frá flugumýri. Heldur betur stoltur eigandi sem sittur á hana, með honum. Annað verður í Áhorfa. Sjáu þið þetta.
viðbótarmark, ég held að sé konið 129. Sjáu þið hvað klárin er bíl.